Mörg börn upplifa örugg jól í fyrsta skipti í Kvennaathvarfinu. 8 konur og 6 börn héldu þar jól, það yngsta nokkurra mánaða. Það er meira á leiðinni, segir varnarmálaráðherra Bandaríkjanna eftir að Bandaríkjaher gerði loftárásir á Nígeríu í gær. Þeim var beint að hryðjuverkasamtökum og voru gerðar í samstarfi við nígerísk stjórnvöld. Allir ísfirskir menntskælingar hafa eignast tól til að brjóta bílrúður og skera á belti. Fyrirtæki í bænum færði þeim gjöfin eftir að 19 ára ökumaður fór í sjóinn í haust. Margir kusu að liggja ekki á meltun í dag, heldur skella sér í sund. Mikið annríki var í Laugardalslauginni og gestir sögðu ekkert betra en að byrja annan dag jóla og sundferð. Leið og ég er komin hún í laugina þá er það allt annað maður. Harmleikurinn Óresteia verður frumsýndur í Þjóðleikhúsinu í kvöld. Leikstjórinn segir að með verkinu sé þríleikur æskiljósar dreginn inn í nútímann, hvað sem það kostar. Gott kvöld. Konur frá táningsaldri fram undir nírætt dvöldu í Kvennaathvarfinu yfir jólin. Jólahaldi var eins og á stóru heimili en sporin þangað geta verið þung. Yfir jólin voru 8 konur og 6 börn í dvöl í Kvennaathvarfinu. Er það svipað og hefur verið í undanfarin jól? Já, það er svo sem engin regla á því. Við vitum aldrei hvernig jólin verða. Og stundum kemur smá sprengi yfir jólin, stundum ekki, þetta er bara eins og aðrir mánuðir algjörlega óútreiknanlegt. Linda segir að það sé oft erfiðara fyrir konur að leita til Kvennaathvarfsins jól en aðra daga. Þetta er eitthvað sem stundum er mjög vel skipulagt, eitthvað sem konur hafa hugsað lengi. Stundum koma konur eftir hátíðarnar, reyna að þrauka yfir hátíðarnar með börnin heima og koma svo. Og svo stundum koma þær bara jafnvel með lögreglu fylgd af því að jólin geta verið erfiður tími, það er mikil samvera, það er allir saman inn á heimilinu og það á það til að ofbeldið aukist yfir hátíðarnar. Jólaundirbúningurinn og jólahaldi í Kvennaathvarfinu er eins og á stóru heimili, en þar dvelja konur og börn af ólíkum menningarheimum en 70% er af erlendum uppruna. Það þarf þó ekki að þýða að kynbundið ofbeldi sé algengara meðal þeirra en hjá þeim sem eru fæddir á Íslandi því að fólk af erlendum uppruna nýtur gjarnan minni stuðnings og á í færri hús að venda. Og eitt af því sem sameinar konurnar er að vilja hátíðlega stund með börnunum sínum í öruggu umhverfi. Margar þeirra tala að þetta séu oft fyrstu jólin sem að börnin finna til öryggis og geta haldið hátíðleg jól. Það eru margar stundirnar, jólaballið, það sem mörg börn mættu sem hefðu aldrei farið á jólaball. Hér eru börn sem hafa mörg hver aldrei hitt önnur börn, verið í mikilli einangrun. Þannig að það eru margar stundirnar hér sem við þurfum að þerra tárin. Það sem að vera ári hafi 1800 viðtöl verið veitt hjá Kvennaathvarfinu, neyðarsími er opinn allan sólarhringinn og 140 konur og 120 börn hafa dvalið í athvarfinu í ár. Konur af öllum stéttum, allan mögulegan bakgrunn á öllum aldri, allt frá 18 ára og upp í 85 ára. Eru konur á svona breiðu aldurspili hérna núna? Já, það eru konur á öllum aldri hérna núna og börn á öllum aldri líka. Það er ein sem hún er orðin 4 mánaða. Ef Kvennaathvarfið væri ekki til, hvar væru þessar konur og þessi börn yfir jólin? Ég myndi ímynda mér að margar þeirra væru inn á ofbeldisheimilum. Það er mjög flókið að ætla að stíga út úr ofbeldi. Út í heim, Pete Hegseth, varnarmálaráðherra Bandaríkjanna segir að frekari loftárásir á Nígeríu sé í vændum. Bandaríkin vörpuðu sprengjum á landið í gær og utanríkisráðuneytið í Nígeríu staðfestir að árásirnar hafi verið gerðar í samstarfi við þarlend stjórnvöld. Það er meira á leiðinni, skrifar Hegseth árásirnar á X. Bandaríska varnarmálaráðuneytið birti stutt myndband sem virðist sýna eldflaug skotið á loft frá herskipi og Donald Trump Bandaríkjaforseti tilkynnt árásirnar á samfélagsmiðlum. Árásirnar voru gerðar í norðvesturhluta Nígeríu, nærri landamærunum að Níger. Þar í Sokoto-fylki hafa ýmsir hryðjuverkahópar hreiðrað sig og í meira en áratug hafa samtök á borð við ISIS og Boko Haram beitt árásum og myrt þúsundir. Í yfirlýsingu Bandaríkjaforseta kemur fram að hann hafi varað hryðjuverkamenn við því að slátra kristnu fólki.
Stjórnvöld í Nígeríu hafa þó hafnað því að hryðjuverkaógnin beinist sérstaklega gegn kristnum og bent á að múslimar og fólk af öðrum trúarbrögðum verði líka reglulega fyrir árásum. What I can confirm is a joint operation between Nigeria and the US that has targeted terrorists. It has nothing to do with a particular religion. It is, as far as we're concerned, targeting terrorists that have been attacking Nigerians, period. So it has nothing to do with one religion or another. Í dag mánuður frá miklum og mannskæðum eldsvoða í 8 fjölbýlishúsum í Hong Kong. 161 lést og yfir 4.000 mistu heimili sín. Upptök eldsins eru enn óstaðfest. Eldurinn breytist hratt út sem talið að megi rekja til þess að hluti öryggisnets byggingapalla við húsin var ekki eldvarinn. Þá virkuðu brunavarnarkerfi húsana ekki. Stjórnvöld í Hong Kong sett á fót nefnd til að kanna orsakir brunans, hefur hún 16 manns til rannsóknar. Nefndin á að ljúka störfum innan 9 mánaða. Fyrirtæki á Ísafirði gaf öllum menntaskólanemum í bænum tæki til að brjóta bílrúðu og skera á belti ef bíl fer í sjó. Tilefnið slys sem varð við Skutulsfjarðarbraut seint í haust. Sjúkraflutningamaður segir gott að vita að fleiri slík tæki séu komin í umferð. Er erfitt að brjóta rúður? Já, bílrúður eru hannaðar þannig að þeir eigi ekki brotna. Og ef þær brotna þá brotna þær með svona öruggum hætti. Í kjölfarið á slysi í lok október þar sem bíll hafnaði í sjónum gaf sjótekni öllum menntaskólanemum á Ísafirði öryggistæki í bíla. Við afhendinguna var nemendum og starfsfólki líka kennt að nota búnaðinn. Til þess að brjóta rúðu þarf sérhæfð verkfæri. Það eru til annars vegar hamrar sem að þú notar handafl til þess að brjóta, en svo eru til þessi græja sem er eins konar hamar innan í, þannig að bara við þrýsting að þá myndast ákveðin púls sem að veitir högg. Á tækinu sem passar á lyklakipu er líka hnífur til að skera belti. Lísbeth segir sífellt fleiri hafa svona búnað í bílum sínum og hann sé skylda í atvinnubílum. Við förum ekkert án þess að keyra meðfram sjávarsíðunni, ekki einu sinni út í búð. Og það eru náttúrulega misjafnar aðstæður alls staðar, það er ekki vegrið hvar sem er í rauninni og fá vegrið innan bæjar. Lísbeth segir ánægjulegt að vita að 200-300 slíkar græjur séu komnar í umferð í höndum menntaskólanema. Það skiptir sköpum að annars vegar fyrir ökumenn að hafa svona í bílunum sínum en ekki síður fyrir vegfarendur sem koma að. Raunin sé oft sú þegar svona slys verða að eitthvað er ekki í lagi hjá ökumanninum. Gunnar, ökumaðurinn sem hafnaði út í sjó í lok október, hafði mist meðvitund. Já, með hníf, með græju til að skera beltið og brjóta rúðum. Þannig ég hefði verið með meðvitund, þá hefði ég allan daginn reynt að komast út allan. Það var bara engin ummerki að hefði reynt að komast út. 3 hafa farist í miklum flóðum í Kaliforníu síðustu daga og enn er hætta á skyndiflóðum í ríkinu. Björgunarsveitir hafa þurft að bjarga fólki sem satt fast í bílum vegna flóða. We sent a firefighter over the side, put a harness on the victim, secured the victim, and then we do what's called a flying Stokes operation. Lifted the victim up off the river bottom and onto the roadway. It was a very successful operation and fortunately was a good outcome. He's uninjured. We do have significant traffic backup, so our next priority is to get the freeway open so people can head home. Úrkoman hefur ekki verið meiri á þessum tíma í Kaliforníu í rúma hálfa öld. Flóð og aurskriður fylgdu og ekki tókst að bjarga öllum. Maður á 70-aldri lést þegar tré fjall á hann, manneskja á 8-aldri lést í bíl sem lenti í flóði og kona á 70-aldri lést þegar há alda hreif hana með sér út á haf. Búist er við því að óveðrið haldi áfram út daginn í dag og bandaríska veðurstofan varar við hættu á skyndiflóðum. 100.000 voru án rafmagns í gær jóladag. Well, it's kind of romantic, had Christmas by candlelight. You know, had to eat the cold stuff, but what the heck? You have to do what you have to do. Fjöldi bifreið og húsa fór illa í aurskriðum. Í 5.000 manna fjallabænum Wrightwood leyna ummerkin sér ekki. I woke up at 8 a.m. with a phone call from my dad saying that the firefighters had just rescued him. And I said, from what? And he said, from 2 feet of water in my apartment. En kettirnir urðu eftir í húsinu. Þá tóku bæjarbúar höndum saman og björguðu þeim. It looked pretty intense when you were getting out them. Were you worried about getting through the water? A little bit. You know, I've got a little bit of experience backpacking and the like, but ultimately my thoughts were it's either a major inconvenience for me or the cats might die.
Volodymyr Zelensky, forseti Úkraínu, ætlar að hitta Donald Trump Bandaríkjaforseta í Flórída á sunnudag. Þar ætlaðir að ræða tillögur Bandaríkjastjórnar að binda enda á innrásarstríð Rússa í Úkraínu. Rússnesk stjórnvöld segja að aðstoðarmaður forseta Rússlands hafi átt í viðræðum við bandaríska embættismenn og Rússland ætli að halda samtalinu áfram. Þetta verður 4. fundur forsetana á þessu ári. Sá fyrsti sem var í febrúar endaði með miklum látum þegar Trump og varaforsetinn J.D. Vance helltu sér yfir Zelensky í Hvíta húsinu. Hinir tveir sem voru í ágúst og október fóru öllu friðsamlegar fram. Fjöldi fólks var mættur í röð til að komast í sund í Laugardalslaug þegar opnað var í morgun eftir lokun í gær, enda laugarnar ómissandi hluti af jólum sumra. Sundlaugagestir segja engu máli skipta hvaða dagur er. Ekkert sé betra en að byrja daginn á því að skella sér í sund. Þið eru mætt hérna annan dag í jólum. Er þetta svona partur af ykkar jólarútínu að mæta í sund? Kannski ekki jólarútínu, en alltaf þau komum til Íslands. Við búum í Kaupmannahöfn og elskum íslenska sundlaugar. Við bara biðum í röð fyrir utan. Við vissum nú ekki að við heldum að opnaði fyrr, við heldum að það voru seinaferð. En já, þetta er bara æðislegt. Þetta er bara partur af minni rútu hvern einasta dag. Það er að koma í laugina og ég hef gert það 40-50 ár. Búin að synda hérna síðan aldamótin, sko. Ég fór á skriðsundsnámskeið og síðan hef ég ekki stoppað. Málið er að ég er nú hartnær 88 ára og maður hefur mikið út úr því að synda á hverjum degi, hreyfa sig. Ég gat náttúrulega ekki farið í sund í gær en þá fer maður í duglega sturtu heima. Við erum ekki oft jólin á Íslandi, en þetta var alveg mesta tilhlökkunarefni, eitt af því allavega. Og hvað er það strákar við sundlaugina sem er svona gott og skemmtilegt? Rennubrautina. Já, rennubrautina. Já, það er eitthvað furðulegt sem ég skil ekki alveg ennþá. Eftir að ég veiktist, fekk hjartagallan, þá er ég mjög slappur að ganga yfirleitt og orkulítill. En leið og ég hef komið núna í laugina þá er það allt annað maður. Þá er ég bara fullur af þreki og getu og ég botna ekkert í því eiginlega sjálfur. Ég er mjög þakkláttur fyrir að ég kemst hér klukkan 11 þó ég hafi viljað að það væri aðeins fyrr. En þetta er bara eins og ég byrja daginn, þetta einasta dag það er að fara í laugina og það gleður mig og gefur mér betri dag. Ég er sannfærður um það. Ég skil ekki bara, það sé ekki bara allir sem vilja sækjast eftir þessu því að það er ekkert betra að byrja daginn heldur en mitt að þennan máta. Ekki spurning. Gleðileg jól! Heitt jólaball, ég elska það. Ég gleymi stund sem og stað. Já, og Þjóðleikhúsið frumsýnir leikverkið Órestegi eftir ástralska leikskáldið Benedict Andrews í kassanum í kvöld. Og þar er Erla María Davíðsdóttir fréttamaður. Erla, Órestegi er eitt frægasti harmleikur fornbókmenntana, en hér er eitthvað nýtt á ferðinni, er það ekki? Jú, það mætti eiginlega segja það. Hér er þríleikur Æskilosar sem er rúmlega 2500 ára gamall, færður í nútímalegri búning í þessari leiksýningu Órestegi og hún fjallar svona átök innan fjölskyldu og svona skelfilegar afleiðingar stríðs og blóðhefnda. Sýningin byrjaði hérna núna bara klukkan 7 og gestir gengu hérna inn. Það eru 140 manns hérna í kassanum hérna bak við Þjóðleikhúsið og það má heyra hérna bara það strax mikil átök byrjuð þrátt fyrir það að það sé bara 10 mínútur niðurnar af sýningunni. Hurðinni hefur verið lokað núna og hún opnast ekki aftur fyrir í fyrra hléinu sem er eftir 1,5 klukkutíma en sýningin í heild sinni er rúmlega 4 klukkutímar með 2 hléum. En við mættum hérna í dag og töluðum við bæði leikstjóran og 2 leikara af 5 sem að standa þessari sýningu og svona ræddum við þá bæði verkið sjálft og allan undirbúningin. Það var nú alveg smá sjokk að sjá fyrst þykktina á verkinu. En svo bara er þetta alltaf sama, bara leið og maður einhvern veginn byrjar að garfa í textanum og þetta er ekki bara eitthvað sem maður er að horfa á, heldur byrjar að vinna með það, þá einhvern veginn verður það auðveldara en auðvitað þetta er mikið og stórt verk og maður er fjarri því að vera eitthvað búinn að fara yfir textan eins og við sjáum, maður er endalaust hægt að skoða og kanna merkingar og einhverja sögu Ég held ég hafi ekki leikið í lengri sýningu, það er mjög skemmtilegt að prófa það. Ég held að það sé óhætt að segja það að
að það muni engum leiðast og kannski einhver kvíðinn þarna úti en ég get lofað því að fólki muni ekki leiðast og ef það þannig þá getur það bara nota annað 2 hliðum til þess að fara yfirgefa bygginguna en svona, þú veist, fólk má treysta því að það er mikið fyrir augað, flottur texti og flottir leikarar og geggjur tónlist, flott leikmynd þannig að engum þarf að leiðast hér. We're dragging this oldest texts of Western theatre kind of kicking and screaming into the present and it depicts a world I think that is also very much like our own, a world that is kind of torn apart by confusion and infighting. Ég reyndi að sofa vel og svo reynir maður bara að borða á meðan matalistin ennþá til staðar. Svo fór ég yfir textan, svo reyndi ég að borða aðeins meira og svo þetta bara einhvern veginn að vökva sig og svona teygja á líkamanum. Þetta náttúrulega líka svona líkamlegt verk, þannig að maður finnur alveg strengi og maður verður að passa tókningi. People can expect a very intense evening of theatre with an epic evening of theatre, but also one that is extremely intimate. The actors brush past you, they sit beside you, everything is happening in and around you, so it's a very kind of electrifying evening. Já, greinilega engin vettlingatök í Þjóðleikhúsinu í kvöld. En þá að veðri. Í nótt verður víðast þurrt á landinu og frystir. Á morgun gengur í vaxandi sunnan- og suðvestanátt. Þykknar upp vestanvert landið og víða dálítil væta, þar eftir hádegi með 2 til 7 stiga hita. Austanvert landið verður hægur vindur, léttskýjað eða bjartviðri og hiti eða rétt undir frostmarki. Við förum nánar yfir veðurhorfurnar hér rétt á eftir. En þá skulum við fara yfir það sem var helst í þessum fréttatíma. Mörg börn upplifa örugg jól í fyrsta skipti í kvennaathvarfinu. 8 konur og 6 börn héldu þar jól, það yngsta nokkurra mánaða. Það er meira á leiðinni, segir varnarmálaráðherra Bandaríkjanna eftir að Bandaríkjaher gerði loftárásir á Nígeríu í gær. Þeim var beint að hryðjuverkasamtökum og voru gerðar í samstarfi við nígerísk stjórnvöld. Allir ísfirskir menntskælingar hafa eignast tól til að brjóta bílrúður og skera á belti. Fyrirtæki í bænum færði þeim gjöfin eftir að 19 ára ökumaður fór í sjóinn í haust. Margir kusu að liggja ekki á meltunni í dag heldur skella sér í sund. Mikið annríki var í Laugardalslauginni og gestir sögðu ekkert betra en að byrja annan dag jóla á sundferð. Leið og ég komin hún í laugina þá er það allt annað maður. Harmleikurinn Óresteigja verður frumsýndur í Þjóðleikhúsinu í kvöld. Leikstjórinn segir að með verkinu sé þríleikur æskiljósar dreginn inn í nútímann, hvað sem það kostar. Næstu fréttir verði í útvarpi klukkan 10 í kvöld og vefurinn ruv.is er uppfærður allan sólarhringinn. Þessum fréttatíma er lokið, njótið jólahátíðarinnar og verið sæl. Annar í jólum á RÚV. Hátíðarstund með Höllu. Einlægt viðtal Viktoríu Hermannsdóttur við Höllu Tómasdóttur forseta Íslands lífið, forsetaembættið, jólin og verkefnin framundan. Skógarlíf, The Jungle Book. Fjölskyldumynd drenginn Mowgli sem elst upp meðal úlfa í frumskóginum. Hættulegt tígrisdýr ógnar lífi hans og úlfafjölskyldan reynir að sannfæra hann að yfirgefa skóginn og setjast að meðal manna. Ég er pan, ef þú vilt endilega vita það. Pansexual. Það er þetta spurning hjarta en ekki parta. Ljósvíkingar, íslensk kvikmynd æskuvini sem reka veitingastað í heimabæ sínum á sumrin og dreymir að hafa opið árið kring. Þegar þeir fá óvænt tækifæri til að láta drauminn rætast, kemur annar þeirra út sem transkona.